Það eldsins skaðræði sem nú dynur á oss á ekki upptök sín í iðrum jarðar, svo sem ýmsir kynnu að ætla. Nei, að sönnu leynast upptökin í þeim bruna, losta og fýsnar syndugar sálir voru að tíma ala á. Syndalogin sá tendrar síðan upp Guðs fortærandi reiði eld, yfir steypist iðrunarlaust fólk í mynd jarðeldspláu. Ásakið því ekki jörðina. Ásakið því síður Guð, sem æ ofan í æ má horfa upp á börn sín, brjóta hinn helgu lögmál sín öll, hvert af öðru, í alls kyns saurlifnaði og guðlausu líferni og blindri fíkn í þessa heims hjón og hégóma. Aðeins eitt fær kæft þennan jarðarloga. Það eitt linað fær Guðs réttferðugu hefndarreiði. Iðrun, sár iðrun og yfirbót allra þeirra sem hafa kosið sér veginn breiða og greiðfæra, glötunar brautina til helvítis. Líti nú hver í eigin barm, reki nú hver það upp fyrir sjálfum sér í hverju hann hefur brotið gagnvart drottni. Sé það gert í sönnum guðrækilegum þenkimáta og verði til þess að einhver, þó ekki væri nema einasta sál, sjái ljós heimsins og láti það lýsa sér til frelsunar. Þá hefur eldurinn þjónað sínum tilgangi. Af þessu má skiljast hve þakklát oss ber að vera drottni vorum fyrir hans tiftan og vegleiðslu, í þessu sem öðru ábending á eilíft líf. Megi jarðeldur þessi þannig verða svo sem nokkurs konar skuggsjá og þenkingar meðal þau síðustu fjörbrot veraldarinnar og dómsdags eld sem koma mun yfir marga andvara lausa, eins og fyrir spáð. Þéni það öllum oss að forðast Guðs reiði eld, svo að nær sá náttúrulegi varmi og eldur útsloknar í voru holdi fyrir þann gegnum þrengjandi dauðans kulda, að vér þá frelsaðir af allslags skaðræðis og losta eldi, gagnhreinsaðir í freistingana eldsofni. Hvaða fíflalæti þetta? Nú eru nákvæmlega allir orðnir vitlausir. Þið líka.